Sko, ljómandi, sæl og blessuð, velkomin að fyrsta fyrirlestur vormissarins. Hann Ómar ætlar að kynna minjavísir og kannski örstutt áður en hann fer að ræða sem fyrirlestur. Þá ætla ég bara að minna á að dagskrá fyrirlestararinnar aðgengilega á Facebook síðu félagsins. Og formið svolítið, við ætlum að reyna eins og vel og við getum að hafa beint streymi á öllum fyrirlesturum, en við bara sjáum hvernig það gengur, en þetta svo tvískipt. Við erum annars að vera á Zoom eins og í dag og síðan erum við með stofu í húsi sem heitir Veröld, sem er nýja húsi sem tileinkað Vigdísi Finnbogadóttur, og það ávíst að vera glæsileg stofa, þannig að við bara treystum því. En ekki var hægt að fá fyrirlestrarsal Þjóðminjasafnsins í ár vegna við getum bara orðað þannig að Þjóðminjasafnið vildi bara ekki vera með í fyrirlesturinn í ár. En í dag ætlar hann Ómar að tala um minjavísi, sem er nýr fítus á flottri kortasjá Minjastofnunar, og hann Ómar hefur verið verkefnastjóri hjá Minjastofnun í nokkur ár og hefur MA-gráðu frá Háskóla Íslands í fornleifafræði. Gjörðu svo vel, Ómar. Takk. Deila skjánum bara. Svona, já, og takk fyrir að hafa mig. Gaman að byrja fyrirlestraröðina í staðinn fyrir að sjá hana. Já, ég ætla að tala aðeins um minjavísi. Það eins og Gylfi segir, það ný þekja í vefsjáni okkar hjá Minjastofnun, og líka, ég snert aðeins að betra á eftir, en hún svo sem opin öllum líka, þeir sem þekkja Gisið og svona og vilja skoða eitthvað nánar. Ég ætla kannski að byrja bara aðeins á því að tala bara almennt um fornleifa skráningu, þar sem þetta nú mjög tengt henni, og hún eins og kannski flestir inni þekkja, svona þríþætt ferli, og það fyrsta skrefið heimildaöflun, þar sem að minjavísir hugsað að koma í sterkur inn, þar fer maður yfir allar þessar klassísku heimildir eins og örnefnaskránar og túnakortin og allt þetta dót. Svo tekur við vettvangsvinnan, sem að bara, eins og segir, fara á staðinn, skrá minjarnar, tala við stakunna, og svo það úrvinnslan og miðlunin, sem að náttúrulega skráningaraðilinn sér að búa til efnið, en Minjastofnun sér svona kannski að miðla í, þótt að skráningaraðilinnir gera það vissulega líka. Þá erum við samt með vefsjána og skýrsluform sem líka tiltölulega nýtt. Já, mikilvægi fornleifaskráningar náttúrulega mjög mikið, og hún bara mjög mikilvæg sérgrein innan fornleifaskráningin. Og svona varðandi Minjastofnun, þá hún náttúrulega bara ákveðið varðveisluform í minjavernd, sem felur í sér hraðvirka þekkingaröflun minjastæði. Getur einfaldað yfirvöldum eins og Minjastofnun að taka ákvarðanir varðandi hvað skal gera þegar einhver vandamál kom upp, eins og náttúruvá eða framkvæmdir eða eitthvað svoleiðis. Og ég skrifaði nú nokkur dæmi tilefni fornleifaskráningar. Það bara þetta klassíska, skipulagsmál, framkvæmdir, umhverfismat, alls konar. Staða fornleifaskráninga í dag ekki alveg af góð og við myndum kannski vilja hafa hana. Það svona gróflega getum við sagt að þessi kannski 25–30% af landinu skráð með nútímatækni, sem ekki mikið. Og útskýrir kannski hvernig það getur oft verið erfitt að taka ákvarðanir varðandi svona hluti. Þetta mjög takmörkuð yfirsýn yfir hvaða minjastæði að finna í landinu. Og það náttúrulega augljósar afleiðingar af því að það erfitt að taka ákvarðanir, eins og við segi, og hætta að minjar eyðileggist eða skemmist í alls konar aðstæðum, eins og náttúruvá eða bara framkvæmdum, svona. Ástæðurnar eru nú margar, en það kannski svona helst skortur á fjármagni og bara vilja til að fara í heildarskráningu á landinu.
En svona út af þessu fórum við að spá aðeins í þessu minjavísir sem við ákveðum að kalla þetta. En við svona vorum svolítið að horfa á örnefnagrunninn hjá Landmælingum Íslands og Stofnun Árna Magnússonar og vildum í rauninni nota hann einhvern veginn fyrir fornleifafræðina. Þetta er náttúrulega frábær grunnur fyrir örnefnin sko, en það var kannski svolítið flókið að átta sig nákvæmlega á í hvað væri hvað sko. Og í þessum grunni er náttúrulega alveg gífurlega mikið upplýsingum eins og bara öll örnefnin sem að finna í örnefnaskrám sem hægt hefur verið að staðsetja á korti og öll örnefni af Atlantshafskortunum eða Herforingjaskortunum og fleiri gömlum kortum eins og frá Bandaríkjaher og öðrum. Og svo er þetta náttúrulega líka þetta sem hefur lengi vel verið í gangi að örnefnin eru skráð af staðkunnugum eins og bara ábúndum og fleiri. En nýlega fóru þau í svona frekara átaki í þessu sem þau kalla hvar er og eru þá að bara reyna markvisst að fá fólk til að gera þetta og þetta er mjög sniðugt. Það er hægt að gera þetta á ýmsa vegu, þú getur fengið útprenta kort, getur gert þetta gegnum tól hjá þeim á netinu. Þetta er bara mjög gott átak og ég man nú ekki nákvæmlega tölur en það bættist allavega í fyrra og hitti fyrra alveg mjög mikið af örnefnum við í örnefnagrunninn sko. En svona að minjavísi þá var einmitt markmiðið með honum að finna einhverja leið fyrir minjastofnun til að skapa svona grófa hugsanlega yfirsýn yfir minjastaði í landinu. Við náttúrulega gerum okkur alveg grein fyrir að þetta er ekkert 100% en þetta er allavega tól sem getur hjálpað okkur eitthvað við að taka einhvers konar ákvarðanir varðandi staði sem hafa ekki verið áður skráðir. Og svo var þetta líka hugsað bara fyrir fólkið þannig úti sem er að vinna, bæði þá sem vinna að skráningu og bara þennan almenning sem hefur bara áhuga á þessum örnefnum og fornleifum og alls konar að geta bara dunda sér í þessu og þetta er náttúrulega ég hugsa að þetta kom aldrei í staðinn fyrir það að skoða örnefnaskránar og þetta dót allt saman en þetta getur allavega flýtt fyrir svona geta bara rétt kíkt á þetta til að aðeins ímynda sér svona hvað geti verið mikið á ákveðnum svæðum. En eins og þarf kannski ekki að taka fram hérna en það þarf að taka fram fyrir svona einhverja skipulagsnefndir og eitthvað svoleiðis að þetta mun náttúrulega aldrei koma í staðinn fyrir vettvangsskráningu. Þetta er bara svona til þess að auðvelda vinnuna. Sko leiðin sem við gerum þetta, það er náttúrulega bara eina sem ég er náttúrulega engin tölvunarfræðingur þannig ég gerði þetta eins og ég ímyndaði mér að ég geti gert þetta og ég tók bara þennan örnefnagrunn frá Landmælingum og Stofnun Árna Magnússonar og í Excel og keyrði bara á hann svona nokkuð einfalda formúlu sem bara leitar af ákveðnum stikkorðum og merkir bara trú eða false hvort hún fann eitthvað af þessum stikkorðum í textanum og textin þetta eru mjög margir dálkar en megin dálkarnir eru bara heitið á örnefninu eða tvínefnið og svo lýsingin sjálf. Og þegar þetta var búið, þegar tölvan var í rauninni búið með sína vinnu og þið sjáið í rauninni hérna í miðjunni hvernig þetta kemur ef hún finnur eitthvað og segir hún að hún fann beitarhús í þessum texta til dæmis. Þá endum við svo starfsmenn Minjastofnunar að fara yfir þetta og svona, já, við kannski viljum ekki treysta tölvunni 100% fyrir þessu. Þó svo hún sé svona mjög góð, það var ansi sjaldan sem að maður var að merkja kannski ekki satt þegar hún vildi meina að það væri satt en það kemur þó alveg fyrir. Og já, við birtum fyrstu útgáfuna þessu í lok desember eða í seinasta deginum í jóladagatalinu okkar reyndar. Ákváðum að það væri svona góður staður til þess að koma þessu í loftið. Stikkorðin sem við notum eru ansi mörg. Ég bjó einhvern tíðan til þessa mynd hérna en hún sýnir alls ekki öll sko, þannig ég ákvað nú að setja líka hérna fyrir ykkur svona öll orðin sem eru eins og þau eru 486
Og þetta eiginlega bara tekið beint úr sko fornleifa skráningunum, bara hlutverk og tegund og annað. Og svo hefur náttúrulega verið að bæta einhverjum svona orðum við. Og líka eins og tölvan kann ekki munin á þing og ting og öllu þessu, þannig að maður þarf að setja svona alls konar útgáfur af skriftum líka. En hún svo leitar af öllum þessum 486 orðum í hverri línu og merkir hvort hún fann eitthvað eða ekki. Og Excel-skjalið lítur í rauninni svona út, sko. Og þetta svona, ég myndi ekki segja að þetta sé skemmtilegast að vinna sem ég hef gert, en þetta fínt svona þegar maður vill bara vera með tónlist og vera í sínum eigin heimi. Ég merkti hérna við nokkur dæmi sem að gefa til kynna, hvað hún að skila. Þannig til dæmis þar gömul kofatóft sem bara á því að horfa á sveigur myndi maður kannski aldrei giska á að þetta væri einhvers konar hefði eitthvað með fornleifar að gera, en í lýsingunni kemur það svo auðveldlega fram að þarna líklega fornleifar að finna. Og eins með þessa næstu hérna, greinilega götur fornar. Þetta nefnið reyndar tóftarlág, maður myndi frekar horfa á það sem eitthvað svona góða vísbending, en kannski ekki fyrir götur. Og sko þótt við séum búin að birta fyrstu útgáfuna þá vinnan ekki búin, og eins og á ég ennþá eftir að fara yfir 23.445 örnefni seinast þegar ég kíkti. Ég búin að fara yfir 100.000 og eitthvað sem eru þá þessi sem eru núna. Þau reyndar ekki 100.000 sem eru taldar að vera minjar, en þau voru 100.000 og eitthvað örnefni í heildina. Og það mun alltaf bætast fleiri við það, því að landmælingar alltaf bæta við fleiri í grunninn, og þannig að þetta svona, já, ég hafa hérna nokkra myndir bara úr vefsjánni, hérna sett ég inn, sko, þetta fornleifaskráningin, R-inn, og svo þetta minja í sér hérna með, og maður sér bara hvað ótrúlega mikið sem gæti verið mögulegi minjastæðir sem á eftir að skrá þá með þar sem ég nú frá Akureyri, þá kann ég taka svona aðeins nær Norðurlandinu og sýna það betur. Svo fékk ég var ég að leita einhverju stað sem ég fann engar skráningar, og ég fékk að heyra það að Flatey á Skjálfanda hafði aldrei verið skráð með nútíma tækni, þannig að mér fannst það kjörið tækifæri, því að minjavísir sýndi einmitt þar mjög mikið af örnefnum sem hafa greinilega verið skráð af einhverjum sem þekkir svæðið mjög vel. Og bara á þessari mynd að sjá, þetta bara nokkuð nákvæmt og gefur okkur gífurlegar upplýsingar varðandi hvað gæti verið að finna á einmitt svona stöðum sem hafa ekki verið skráðir áður, en flestir vita kannski að það nú einhver fornleifar þarna. Svo alltaf gaman svona, ég tók alltaf svona daga inn á milli þar sem ég var bara eitthvað að leika mér að fara inn á einhver svæði og skoða hvað þetta væri, og þá rakst ég einn daginn á þennan stekk sem einhver hefur merkt, og maður sér hann nú nokkuð vel hérna hjá punktinum, en hann hefur greinilega farið í skriðu einhvern tímann. Ég veit nú ekki hvort það var fyrir eða eftir að hann var skráður, en þetta líka annað dæmi svona, hann hefur ekki verið skráður allavega í gögnum sem við erum með uppmældur í fornleifaskráningu, þannig að þetta getur hjálpað okkur til dæmis að skoða svona svæði sem náttúruvá eða eitthvað álíka. Svo bara áframhaldið náttúrulega endalaust þetta ímynd sér einhver verkefni sem hafa með örnefni og einhver svona auðvelda skráningavinnuna, en þetta minjavísir bara eins og fornleifaskráning verður líklega aldrei búið, þar sem það örugglega mjög langt í að verður búið að skrá öll örnefni á landinu, og meðan það verður að skrá örnefni þá getum við alltaf fundið einhver sem passa við minjavísi. Svo svona annað okkur tala nokkur og okkur langar að hnitsetja þau túnakort sem hægt að hnitsetja, en það einmitt líka svona svolítið handamunnu dæmi sem kannski ekki alveg tími í eins og Og svo var hugmyndin sko að reyta, skipta landinu og bara fara markvisst yfir með minjavísi og fornleifaskráningu í bakgrunn og bara finna þessar fornleifar
sem að örnefnin að benda á. Það er ekkert alltaf eins og með stekkin á hann sem þetta er nákvæmlega fornleifin sko, heldur er þetta kannski eitthvað örnefni í nágreininu og maður þarf þá að finna, en það er svona eitthvað sem við ímyndum okkur að gætum mögulega gert sko, ef það er sést á loftmynd að finna það. Svo svona næstu skrefin núna með minjavísi er að fara einmitt yfir þessu loftmyndir og skoða þessi svæði sem eru svona minjar í hættu. Það er þá strandlínan og einhver svona skriðusvæði og alls konar svona svæði sem að einmitt gætu verið einhverja minjar í hættu og hafa kannski ekki verið skráð til að fá svona einhverja grófa yfirsýn einmitt yfir mögulega minjastæði á þessum svæðum til þess að þá vera með betri grunn til þess að krefjast eða biðja fjármagn fyrir skráningu þar. Ég snerti aðeins inn á þetta en við erum búin að vera í miklu samstarfi með landmælingar svona nýverið og það er náttúrulega komið ný minjavefsjá sem að mér finnst allavega persónulega vera töluvert betri eins og gamla, en það er kannski ekki allir sammála því. En svona eitt sem kom út af því er að það er öll gögnin okkar eru aðgengileg núna á netinu. Getur hver sem verið með þau hjá sér, hvort sem það er í Excel eða í GIS-inu mitt og minjavísir er alveg eins og öll hinn gögnin. Það er bara hægt að tengja sig beint inn í þetta. Og svo er náttúrulega hægt að skoða þetta bara á minjavísjónu líka og á minjavísjónu er sem sagt niðurhaldstakki líka ef maður vill sækja skrána og eigana. En hún þá uppfærist náttúrulega ekki í rauntíma eins og ef maður myndi vera með WFMS eða WFFS fyrir þá sem þekkja það. Það var nú ekki mikið fleira sem ég ætla að segja. Ég ætla bara að þakka fyrir mig. Ég er bara opinn fyrir alla ábendingar líka varðandi þessa þekju. Hún er náttúrulega ný og svona bara tilraun eins og en það væri mjög gott að heyra einmitt ef einhverju með einhverju ábendingar hvernig mætti gera betur eða eitthvað svoleiðis. Hljómandi